5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Í kvöld ætlum við að fylgjast með leik milli Böðla og Selum og við erum hér mættar Lilja og Væfí. Já, mættastar. Yes, ég mættastar á svæðið. Við erum ótrúlega spennt fyrir þessum leik því að þessi lið eru frekar stakt á góðri íslensku. Og ég vona að þið sýna okkur í hvað þeim býr, sko. Klárlega. Það verður mjög spennandi. En ég skal bara byrja á að kynna line-upið hjá Böðlum og þú kannski tekur Selur eftir þegar ég er búin að kynna Böðla. En í line-upinu hjá Böðlum er Steel á main tank, El Maestro á off tank, Snorlax á DPS, Dordingull á DPS, Fúþark á support og Númling á support líka. Já, er þetta í réttri röð þarna? Þetta er ekki réttri röð held ég. Ekki? Ok, ég er nefnilega ekki viss. Þetta er réttri röð hjá Selum held ég, jú. Alveg? Ok. Já. Er það tank neðst? Efst. Ok. Það er Frankie Boxing og Gilli á tank, Gummi Kólmann og GKR á DPS, Thunder Þór og Lelsario á support. Þarna. Það er rétt verð. Alltaf eins og ég viti. Já. Það gæti verið einhverju role changes í Selum. Við sáum það, það var þetta bara warm up sko, en það var einhverju að svissa. Já. Sjá bara til. En ég held að við séum bara ready, kastið er ready og það er allir óður að komast inn í þennan leik í báðum liðum. Þannig að við erum bara að keyra í gang. Það var svo Friðrik Dór. Þetta var svo lame. Ég elska pappbrandara sko. Já. Það er gott að hafa þið hérna. Það þarf ykkur að koma með það. Skal vera auðvitaðlega hérna. Já, það ekki. Jú. Litlu eiginlega brandarana. En við byrjum hérna á Control Center. Er þetta ekki Control Center annars? Jú. Held það. Jú. Í Lijiang. Yes. Og í Böðlum er line-upið frekar einfalt. Það er Steel á Risa, Fúþark á Lucio, Snorlax á Symmetra, Dordingull á McCree, El Maestro á Rhine og Númling á Baptiste. Og hjá Selum þá sjáum við Frankie Boxing á Rhine, Thunder Þór á Sarju, Gummi Kólmann á Hanzo, GKR á henni Föru, Gilli á Baptiste og Lelsario á Mercy.
Við sjáum hér að Böðlar er búinn að TP inn, komin strax inni og ætla að keyra beint inn í selum. Gummi Coleman tekur samt Óskar, El Maestro, stílar lampanum en GK er í bakinu á Böðlum. Nær hann að ná einhverju pikki en nei, Dortingull tekur hann. Dortingull tekur líka Lelsario. En Böðlar eru aðeins að stabilisa svo við getum fara aftur inn því það er bara 3 punkt. Þeir eru að fara beint inn. Við sjáum að Thunderthor er komin í bakið á þeim en hann er frekar pikkt út. Hann er kannski að halda saman liðinu. Dortingull tekur Thunderthor. Og Böðlar taka fyrstu prósentunar. Og núna halda þeir bara frekar í tjókjunni hérna á punktinum. Eitthvað er hann að koma sér fyrir upp í serverroom, sýnist mér. Að halda angles á meðan GKR er að fara í coast og reyna að gera eitthvað í bak en Böðlar eru bara að keyra inn í sili window frá Numa og þeir taka Gilla og Franki fyrir eitthvað auðveldlega á meðan GKR og Lelsario eru bara að reyna að póka það eitthvað í bak, kitla það eitthvað. Sjáum samt að Selir er að fá öll, þannig að spurning hvort þau ná að pusha inn með þeim. Það er svolítið erfitt fyrir Franki að komast að Shatter á móti 2 skjöldum, hvort að þau þurfa að skipta einhverju hérna. Það er hæ nú frá Dortingull, nær Franki boxing, window frá Gilla, þau ná restina af Franki, ætlar að keyra inn. Selir er að reyna að stabilisa veggur hjá Snorlax. GK er að reyna að gera damage, Franki boxing tekur 3, frábært hjá Franki. Og Böðlar falla svona rétt og þétt, sem það. Það var notu margólt. 2 ulti í selum og held ég bara 1 í Böðlum. Snorlax notaði Photonic Barrier. Að TP yfir í serverroom, stigan. Komnir í server komið og það er lampnegi window frá Numa, Shatteri frá Franki boxin, nær 4 en ekkert kill eins og El Maestro charger inn, Dortingull fyrir GKR, Stíl og Snorlax að fókusa Gumma Coleman. Það er flott Shatter frá honum El Maestro. Já, það er mjög flott Shatter hjá honum, líka flott charge að fara bakið og Shatter það síðan. Og Böðlarnir taka punktinn aftur. Eftir réttar 40% frá selum. Dýr er þarna... Þurfa að Selir að spýta í lóuna. Stíl að taka svolítið mikið damage hérna. Franki boxing er low. Það er engin lampi. Það er window hjá Gilla og Dragon frá Gumma Coleman. Gilli nær El Maestro. Og Böðlarnir þurfa nú að stabilisa aðeins. Hænun frá Dortingull með window. Allir þurfa að fela sig í selum eða þeir vilja halda haus. Hann nær Gumma sem er vond pick fyrir seli. Lelsario nær samt að ressa hann og GK nær hann Já, númling dýr. tekur 2. Sælir. Bæði Lelsario og GK Photonic Barrier frá Snorlax. Graf frá Thunderthor. Nær 2. Ja, nær 3 þarna. Er að bara stóleta eitthvað hérna. Snorlax kominn inn líka, Stíli kominn inn. Þetta er winnable. Nei, Snorlax fellur og þau missa bongo. Kannski smáveist. En við sjáum hér að þeir eru búin að nota res. Nú er það cooldown, þannig að Böðlar geta ressað inn. Ef þeir heyrðu hann ressa, sáu hann ressa. Franki boxing með Shatter og Gummi Coleman með dregan sinn. Sjáum að El Maestro nálgast Stíl í er búin að bít líka. GK er komin að Doomfist. Shatter yfir að Franki tekur 4, dreginn, hann nær engum, ekkert fellur samt sem áður. Stíl deyr, El Maestro tekur Franki. Valkyrie er poppað, reyna að halda á lífi hjá Lelsario. Thunderthor er einu sem er eftir og Lelsario. Og þeir falla og þetta er Franki þarf að snerta. Lelsario nær að snerta hérna aðeins að stólleita. Franki kemur inn, hann þarf að deyja frekar hratt en Númi segir bara, herru, það er veggur. Dortingull hendir í Hænún. Dortingull tekur Gumma Coleman. Selir að reyna að stólleita eins og mikið að geta.
Thunderthor fellur. Lilsario er eini sem er eftir á punktinum. Photonic Barrier frá Snorlax og mér sýnist böðlar taka punkt 1 á Lijiang. Control Center, þetta er yfirleitt svona. Þetta er svona bara hitlið fyrir inn, vinnur, síðan kemur hitt, vinnur og þetta er bara... Þetta er aðalega bara með Ult Economy að gera held ég, sko. Já, algjörlega. Hver gerir mistökin fyrst, eins og ég sagði seinast að Nákvæmlega. Herri, við sjáum hérna böðlar eru með sama line-up. Þetta er að virka fyrir þá. Þannig að, já, þau allan hjá Silm er búin að Gummi Coleman er komin yfir í Ash og GK er yfir í Junk. Thunderthor á Orisu, Frankie ennþá á Rein. Síðan í staðinn fyrir Mercyna þá tekur Lilsario Lucio. Hann spýtar út úr spón og skiptir síðan aftur Já, Mercy. þarna er það. Já, þarna. Ég ætla með síðan TP frá böðlum, beint á punktinn. Snorri er smá í vandræðum hérna, hann næs að koma sér út. Þeir ætla bara að halda punktinum. Frekar þétt, flott hérna pull firestrike hjá böðlum. Komboið. Lilla komboið. Þeir eru bara að spila coast, spila þetta hægt og rólega. Bara að passa að ekki vera búmpaðir. Sjáum að Stíl er bara í bakgrunni hjá þeim. Þeir gefa punktinn. GK tekur Stíl. Og El Maestro tekur Frankie. Shatterið frá El Maestro hittir engan. Vindó frá Numa. Dortingut er að reyna að skjóta eitthvað hérna. Nær hann einhverjum, hann nær GKR. Snorlax fellur. Og böðlar ná ekki að kontesta punktinn. Dortingut tekur samt Skumma. Þeir eru með res, sýnist mér. Stíl og, þeir ætla að fara að spawnkappa í böðlum. Já, sæt. Nei, ég er að horfa á vittlist moppið. Það var eitthvað smá miskilningur hjá mér. Það hefði sem það verið kúl, sko. Ég var að spá hvað ég var að missa af, sko. Já, ég var bara eitthvað að bylla, sko. Manni má dreyma. Já, maður má dreyma. Einu sem, Gummi Coleman, þeir ætla í Gummi Coleman. Heyrðu, já, þeir típja ætla að bara til hans. Núna er spawnkapið komið. Þarna kemur það. Dominar Þetta var bara, þetta var eitthvað sem ég var að finna á mér, held ég. Já. Núna ætla þeir að fara á punktinn. Tægir frá GK er hent út. Nær hann einhverjum. Þeir nota lampan í böðlum. Tægir er í bak. Hann nær tveimur, Dortingut og Stíl. Þeir getur nú ekki gert mikið í þessu í böðlum. Snorlax ætlar að deyja punkt bara. Og þeir þurfa að, að restabilisa. Samla sér saman. Gera eitthvað viti. Eru með, hvað, næstu í 4 allt svona? Já, Maestro næri örugglega Shatter á bara. Ég held að þið ná öllum ulti í þessu fæti, sko. Snorri ætti að auðvitað, að Beama bara. byggja ulti. Já. Sjáum hérna Speed High Noon, let's go, boys. Nær, Thunderthor. Og þeir þurfa að bakka punktinu. Bob frá Gummi Coleman er komin út. Stíl er að face-tanka hann. Þeir eru að skjóta hann í döðlur. Hann, Bob er döður. Res frá Lilsario, þýðir ekki mikið fyrir þá þegar báðir hílarnir eru döðir. Heyrðu, Fúþagn er að búbba gilla af appinu. Það er frábært. Fúþagn er king á Íslandi. Ekki? Já, ég heyrði það líka. Já. Já, þá hún Snorri setur smá svona sem eftir hreiður hjá Já. Törri treður. Já. Hann þarf að fara með bultið sitt. Hann er komið með það reyndar. Já. Þetta er bara til að hægja á þeim, held ég. Þeir þurfa að snúa sig við eða ætla að, TP að Rein í bak, Shatterið í bak á El Maestro. TP Shatterið. Og það virkaði bara. Gummi Coleman á að falla hérna. Silur hefði bara enga hugmynd hvað var að koma. Aleinn og yfirgefinn. Yfirmikið Lilsario. Já, alltaf skilinn eftir. Það er að Battle Mercy að sig. Núna eru böðlarnir komnir með svona fortification á punktunum og ég held að það er mjög erfitt fyrir Seli að reyna að komast gegnum þetta defense hjá böðlum. Vindó frá Gilla, Photonic Barrier frá Snorra, El Maestro tegur Gilla, GK hendur og Tægir hittir engan. GK þarf að koma sér út eða að halda lífi. Hann heldur sér að þetta er flott, húl hjá Stíl.
nær honum GKR. Þannig að hafa ekki mikinn tíma eftir. En ef Sili ná punktinum, þá hafa þau bara overtime. Akkurat. Besta í stöðunum fyrir Seli er að reyna að ná pikki. Þú veist að Gummi Kolman næri eitthvað haus og skot. Stíl er komin í flankið. Flankið hjá Rísa, ekki oft sem að sé það á hverjum degi. Dortingull tekur Thunder Þór, Elmaður tekur Bobbin. Snorri, hvað segir maður? Snorri náði að típja út úr sjattir hjá Franki. Já, sæl. Sjattirið frá Maestro. Thunder Þór að reyna að gera eitthvað nema turretinir að bugga svolítið mikið. Og já, Böðlar taka map 1. Það er 1-0 fyrir Böðlum. Það var samt rosalega vel spilað frá Silum hann í byrjun. Alveg gjörsamlega, alveg bara 100% sammála því. Já. Gummi Kolman getur verið ótrúlega hættulegur á assinu sko. Já, algjörlega. Það er bara náðu að koma mér almennilega í stöðu til að náða headshota. Það er líka erfitt fyrir hann að headshota móti 2 skjöldum. Já, algjörlega. Þegar Böðlarnir eru að spila svona þétt. Flott búb hjá þú Börg. Já, þannig er hann, Boob King. Litli búb kingið. Ok, það er smá teknilegur erfiðleikar í streaminu þannig að við ætlum að spjalla aðeins með hann en við sáum hér að Böðlarnir eru bara að halda sig við 1 komp sem er Symmetra, Kree, Orisa, Rein og Lucio Baptiste. Á meðan Silirnir eru svona flakka milli DPS-arnir eru alltaf að breyta en tankarnir og supportarnir eru yfirleitt að halda því sama. Já, algjörlega. Sjáum hér að Silir eiga að velja hybrid map og við erum spennt að vita hvað þeir velja. Búin að sjá það taka svolítið mikið Eichenwald og Kings Row. Já, Kings Row, það er eiginlega Það er basic mappið. Já. Herri, þá ætla ég að ætla að ná mér í eina Pepsi-dós. Það er Pepsi. Hér að bekk. Já. Ég er bara með íste. Ekkert Pepsi á mig. Ég var nú ekki lengi að því en Nei, þetta var alls ekki. Það var ekki. Það er sem sagt, gólfbitinn er bilaður inni á mér þannig að allt er ískap hvort það er inni á mér. Já, þarft ekki. Ég þarf ekkert ískap, sko. En ég var mjög impressed á dodgeinu hjá Snorra þegar Franki shattir hann dodgeaði shatterið frá Franki með því að típa yfir burtu. Hann sá hann bara með hamarinn uppi, I'm out of here, see you later. En við sáum að Franki var með ótrúlega sterk shatters þrátt fyrir að Böðlar eru með 2 skildi sem er svolítið fáránlegt að segja frá því að hann komist upp með að shattera 4 eða 5 sko. Myndafól shit. Svo stíl á flanking og Rísa, ekki eitthvað sem að sér að hverju minnst. Já, sæll. Það er náttúrulega líka á hinum leiknum sem ég kastaði. Það var alltaf... Já, það? Já, það var bara stíl alltaf einhvers staðar að gera. Er þetta Hawk 2.0 eða alltaf? Ég held það. Já, hann er að channela Hawkið sko. Lístu vel að það. Já. Herðu, mér sýnist að Selur ætla að fara í Blizzard World. Já. Og sem það ekki oft í það. Böðlar verja vörn. Kast er ready. Já. Þá ættu að hoppa inn í leik eftir smá stund.
Þarna fyrir það. En ég veit að ég held að böðlar séu búin að æfa þetta mapp alveg frekar stíft og ég veit að þau séu með eitthvað svona aces up their sleeve. Já, með eitthvað strapp í hendinni. En svo eru selir með eitthvað svona gullkorn sem, þú veist, geta gert svo mikið bara, þú veist, bara sem individual players. Þeir eru ótrúlega sterkir eins og Gummi og GKR og Franki, alveg hrikalega sterkir. Já, sé smá í selum, það GKR og Bastion, en ég vona að þetta sé bara svona fake. Já, til að trolla aðeins. Ég held að það er komið breytingar í böðla líka. Snorlax er komin á Ash og Fúþark er komin á Sen sem getur verið stór hætturætt kombo. Fúþark og Sen náttúrulega bara Discordin eiga eftir að vera vond frá Fúþark, sko. Ég veit að hann er sterkur Sen. Ég sá að Gummi Coleman er á Vittu. Hann ætlar að taka vonnið við Snorra. Já. Og við sjáum að böðlar halda bara upp á high ground að denæja selum að koma upp. Núna þurfa þeir að annarkvæmt að bakka. Þeir eru búbbaðir. Þetta er svakalegt búbbi á GKR. Sjáum að Stendi Þór Snorri er í smá babba hérna. Nær hann að halda lífi? Hann nær að halda lífi. Með á bapp er eitthvað annað hættulegt. Þeir eru svolítið splitt í selum. Bara pæling hvort að þeir ná að brjóta skiknum þessa vörn. Já. Þeir eru búin að taka high groundið. Gummi er komin á high groundið. Hann er samt bara eiddar á high groundinu. Og Gummi tekur Dordingur. Þetta var hættulegt pikk fyrir böðla. Núna þurfa þeir að spila frekar safe. Við sjáum samt fyrir pikki. Vindó frá Gilla. Þeir ætla vist bara að íta þeim að punktinum, þau gæti ekki retake. Elma Estro er í bobba hérna á coastinu. Nær hann að halda lífi. Já, hann er með 2 pockets bara bak við sig. Þeir ná að vera retake hérna. Questionable Vindó frá Núma. Nei, hann er deny að Gumma. Hann getur ekki píkað. Já. Þetta var flott deny. Því hann myndi bara vera GKR tekur Dordingur. Dordingur er að deyja left og right hérna. Svolítið hættulegt. Þundarþór tekur Núma. Og Snorri ætti að taka leit Þundarþór í baki þeim. Þessi búp hjá GKR eru eitthvað annað góð, sko. Það er ekki bara að æfa þau. Já, hann selja ná Stíl þarf að koma sér út ef hann ætlar að halda sér lífi því þetta getur verið hættulegt röss þegar 2 tankar koma í andlitið á honum. Já, algjörlega. Sjáum hann næra bakka. Sjáum að bæði liðin eru komið með flest öll. Pullið á Gumma, nær hann headshotti. Stíl nær Gumma. Pressið frá Lelsario með búbluna, þannig að það er erfitt að cancela það. Þeir halda hægrundur hérna í báðum liðum. Grafið frá Thunder. Fúþark hendur í Senflíð. Trans, heitir það. Ég líka hérna bobbin frá Coleman er bara, jæja, mættur hann. Þór tekur Stíl en það er svolítið margir í liðinu hjá Silum búin að falla. Erfitt fyrir það að reyna að púsa pilotið, þeir eru bara 4 á móti 5. Snorri er að frontlana hérna, hvað er hann að gera? Einhvern veginn næ. Já, er að ná að Dordingur með 2K á báða sportana, þannig að Silur þurfa eiginlega bara sem að hann deyr frekar instantly, þetta fekk diskorp á sig og litlar kúlur í andlitið frá Fúþark. Silur þurfa bara að regrúpa, bara Bobbin frá Snorlax út. Þurfum ekkert slíp fyrir það, Franki charger hann, Gummi tekur hann. Og það er Elma eftir fluxið. Nær Gilla strax. Já, Dordingur tekur Thunder og Franki. Já. Flott hold hjá böðlum hérna. Þeir ætla að halda nokkuð close, sjáum Stíl er eiginlega bara... Þetta er eitthvað eltingaleikur hérna. Já. Gummi að reyna að fela sig. Já, GK er komin yfir á Hamsóin. Já. Hann er þekktur fyrir það að svissa svolítið oft í mörgum leikjum. Já, ég meina það getur verið
Mjög taktikal, sko. Og hann ætlar að reyna að taka Snorra hérna út nema hann pullaður af Stíl. Vindó beint á Snorra, hann í smá vandræðum hérna og hann deyr. Stíl tekur GKR samt sem áður, flanking og reysan hann mætt aftur. Gummi tekur Stíl, Lelsario hendur í valkið og Vindó frá Núma. Það er hérna á hægrandi, þannig að það eru bara ófram. Lelsario er að reyna að drepa Fúþark, þetta er ekki alveg að ganga hérna. Fúþark er mjög low. Hann fær samt sem heal frá Núma. Sjáum líka að Thunder Thor skipti yfir í dífu, þannig að þau eru ekki með Graf Dragon kombóið. Nei, það er eina sem sko, Hanzo er aðalega til að brjóta skildina. Já, algjörlega. Og hitti bara plus. Við sjáum hér að Faggi og Thunder er að fara í baki á þeim núna. Þú veist ekki við því. Fúþark er aðaleitna yfirgefin, nær Thunder Sen, eða Fúþark. Þeir eru komnir hérna í megapakk, allir fjórir. Komið sér út að það mappinu við, syns mér. Franki er mjög low. Hann nær ekki sjattirinu. Nei, ég held að Stíl blokkaði með Fortify. En já, Böðlar ná að taka á... Og Dortingur tekur Gumma. Einu sem er eftir er GKR hérna upp á turretinu, nema hann hleypir í burtu. Sjáum Selja að reyna að taka hæggrandið, þurfa að næja hæggrandið af Böðlum. Þeir megi ekki leyfa að vera þarna uppi. Bobbin frá Snorlax, pullið frá Stíl. Bobbin er í aftan, bara... 3 ef GKR nær ekki sleppa. Flottur Bobbi og Snorra. Það var þannig að Selja náði ekki grúpa alveg samt flottur stinn frá Elma líka. Lelsario aðleitni yfirgefin, hann er mjög low. Náður honum? Nei, sýnist ekki. Snorlax nær gilla samt sem áður. Það var rosalega... Þeir nota press svona early, já, þeir vilja grúpa þér hratt saman. Já, algjörlega. Ég var að fara að segja að þetta væri mjög erfitt stakkir ef þetta væri þannig. Við sjáum hérna þeir eru að fara að taka coast og fara undir. Þetta er örugglega eina leiðin fyrir það til að snerta punktinn allir saman, nema GKR ætlar í flankið að reyna að beita eitthvað hérna. Dortingull veit að þeim. Thunder Thor ætlar að snerta. Nema Snorlax er á punktinum, getur verið hættulegt fyrir hann. Hann hoppar upp. GKR... Gummi nær tveim. Snorra og Núma. Kemur Dragba frá GKR. 1 punkt. Stíl að reyna að halda punktinum. Ég spil á getur nema, getur það ekki. Þú verður taka punkt 2. Nei, Dortingull þarf að snerta. Og Elmi Estro líka. Nei, þeir sná að... Það var svo close, svo close. Svo close. Já, þetta er samt point 3 yfirleitt á flestum möppum er rosalega erfitt að taka alla leið. Já, sammála þeim. Mjög mikið á hotnum hérna. Mikið af veggjum sem ætlar að fela sig bak við og... Já. Kemur ekki óvart að Stíl fara að flankið eftir. Snorri er upp á hægrundinu með skjöldin frá Elma Estro. Flott púl frá Stíl, Bobbin út frá Gumma Coleman, Stíl blokkar það með Fortify. Og hann deyr frekar hratt þessi Bobb, aldrei sé Bobb deyja eins hratt. Með sendiskorpið og hérna Stíl í andlitinu. Andlitur á honum bara. Já. Við sjáum að Selja er alltaf núna til hægri en Gummi Coleman og Lelsario eru í main. Thunder Thor byrjar að pússa peilutur eitthvað aðeins. Bobbin frá Snorlax. Þetta er flottur Bobb. Wow. Já. Gummi getur ekki kíkt. Hann má það ekki. Nefnum að GKR tekur Snorra. Flaxið frá Elma Estro. Nær fæstum. Dortingull nær einum, GKR nær Dortingull. Og drekinn frá GKR nær hann einhverjum. Hann nær engum. En bomban frá Thunder Thor gerir það satt sem aður. Franki Boxer tekur Fúþark. Elma Estro 1 nettari punkt. Þurfa eiginlega bara að bakka til að geta... að fara í feluleik. En GKR veit á honum. Þetta verður... Hver vinnur þetta vann við vann? Er það Númi eða ekki? GKR nær honum. Tekur Núma. Það var nú óheppilegt. Stíl að reyna að halda punktum eins og ég getur. Sjattirinn frá Franki nær Elma Estro en nær bara í smá stund. Bobbin frá... En heyrðu, það... Þeir eru að snúsa við. Gummi einn eftir, Elma er raunin með rassinu, nærði ekki. Og einu sem er eftir er Bob út. Já. Það var svo mjög vel pússað. Náðu næstu í 3.
Já. En núna þurfa böðlar að pússa alla leið, eða svona semja alla leið. Það vantar einhverja 1-2 metra upp á að Selena pússa alveg á punkt 3. Já. En núna fá böðlar að Attacka. Já. Hvað segir maður á góður íslensku? Það ég var einmitt að hugsa. Bara að gera árás. Gera árás? Já. Já, en það Sókn. er eitthvað svona... Já, sókn, já, sókn. Já. Eða ætlum að fara í hérna svona íþjóttalega séð. Já. En ná selir að halda, að fullholda. Við sjáum Já. hér að hérna, að böðlar eru komin í double bubble. Stíl á Monkey og Elma, Estra og Saria. Snorri á Symmetrinu eina fyrir enn. Dordingull, ég held að Snorri ætlar að típjað út og svissa síðan yfir eitthvað annað. Já, geti vel verið. Mér finnst það langlíklegast. Dordingull á McCree, Fúþark á Sen og Númi á Ana. Já, og svo er það selir ennþá með bara, það er Ræn Saria, núna, Gilli á Bapp og Lisaria á Mercy. Og ennþá Ash, Hanso. Já, GKR á Gummi. Halda bara sínu. Já. Hérna kemur TP út af spawn, sjá hvort hann svissi eða heldur Symmetrinu. Með síðast hann að svissa. Hann ætlar að taka Tracer. Þetta verður eitthvað. Snorri á Tracer er stórhættulegt. Stórhættulegur og líka að stíla Monkey. Já, stíla Monkey er eitthvað annað gott. En við sjáum hér að GKR og Gummi eru komnir í svona 2 mismunandi stöður til að taka angles á þá. Þandri Þór og Franki eru að halda vel hérna. Böðlar eru víst að bara bíða eftir því að Snorri kemur í bakið á þeim hérna upp á hægrandið. Fúþark er líka komin í hægrandi. Nær hann einhverju pikki hérna? Nei. Nei, hérna að kýla á. Þannig að hann er ennþá og böðlar, hinnir í böðlunum eru bara að bíða eftir einhverju. Kannski eftir pikki. Geti vel verið. Stíl kíkir á punkt. Kannski að reyna að bugga þá eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað pælingin er. Já, Nana þið mætt. Já. Stíl kom með Nana og hoppar á highgroundið. Nær hann Gilla, lappinni komin út. Það getur verið hættulegt. Núna er Snorri komin með Stíl nema GKR tekur hann í hausinn. Þetta var nú rosalegt. Stíl er að reyna að ná Mercy, nær hann ekki. Dordingull næst að Thunder Thor. Þau þurfa að næja ressinu. Þeir megi ekki leyfa með ressa og Fúþark er að gera það. Drekinn frá GKR, bobbinn frá Gumma Kólmann. Elma Estra er í smá vandræðum, er hann nær GKR. Þeir drepa hvort annan. Þeir eru búin að nota ress. Fúþark komið í flankið, litla Sen-flankið og Snorri er með honum. Gummi Kólmann er með diskorp á sér, þannig að það geti verið hættulegt fyrir þá að... Snorri tekur Elsario. Fúþark hendir í transið. Og Franki hendur í shatterinn, maður hittir engan. Fúþark er nú komið upp á highgroundi sem er stórhættulegt. Nær Thunder Thor samt. Já. Og Stíl er svolítið reiður. Hann ætlar að lemja, hann landi GKR til dauða. Nær hann Gilla líka með litlu byssunu sinni. Stuðbyssan. Litla stuðbyssan. Kíkibyssan. Smá að gilla við hann. Já, böðlar ná fyrsta punkt. Selir er komin upp á highgroundið, Stíl er komin fekk nanoið aftur, hoppar á bakkinu á GKR, búblan samt dettur niður þannig að hann getur ekki verið þarna lengur uppi, annars deyr hann bara. Gummi Kólmann nær Elma Maestro. Gummi er flott stönn hjá Dordingli og slípið frá Núma beint eftir á. Stíl deyr samt sem áður, Gummi tekur Dordingur og böðlar þurfa að regrúpa. Algjörlega. Þeir hafa náttúrulega 3 mínútur og 40 sekúndur. Já, það er ekkert stress hjá þeim. Skandal. Nei. Selir eru svolítið að halda... Gilli er tekinn strax. Hann ætlar að leyfa ressið. Hann ætlar að halda hann getur ekki ressað. Bomban frá Snorra hittir engan og hann deyr í þokkabót. En Dordingull tekur... Nei, Fúþark tekur GKR. Þeir þurfa að bakka í selum. Geta ekki verið 4v5 hérna. Stíl hann að hoppar á highgroundi. Já, og Fúþark er komin að hjálpa honum hérna. Já. Þeir eru að fara til næja highgroundi eina ferðin enn. Dordingull komið í flankið. GKR sér hann. GKR er mjög low, hann þarf á heal. Elsario er í vandræði með Stíl. Hann er mjög reiður.
Stíl er mjög reyður. Nær Lelsario. Stíl er mjög low líka. Og Nanoð á Stíl að halda lifandi. Og bara aftur inn á Gilla. Tekur Gilla. Og Snorri. Þeir eru að bíða eftir að Gekkaur poppi hænunni. Snorri deyr. Og þeir eru að bakka eina ferðan enn. Stíl er mjög low. Hann þarf að fá smá healing. Gekkaur líka. Svona. Og Thunderþór ætti ekki að vera þarna uppi með halvfelð. Personal opinion. Þeir eru bara að taka hænundið. Þeir eru... Gilli er með Window og Gummi er með Bob. En Fúþark er með Trans. Hann getur cancelað þetta allt. Stönnið á Stíl, eitthvað annað gott. Transi frá Fúþark komið, Bobbi frá Gumma. Dordingull með hænúnið, nær engum flott slíp hjá Núma. Og meðan Snorri er bara að íta kartina áfram. Stíl hoppar á Gumma Kólmann, nær honum ekki. Gummi, Fúþark til Gumma. Gummi tekur Snorra, Fúþark tekur 2. Elmaðistra tekur Franki og Númi tekur Gilla. En Gilli tekur Fúþark. Og einu sem eftir er Fúþark. Hendir bombinni til að halda svo lífi en hann deyr strax. Gekkaur er dauður. Já, þá hafa þeir næstu 3 mínútur til þess að geta bossað þessu næstu alla leið. Sem að Gekkaur skiptir yfir í hann Soldier. Já, bara kannski til að díla damageið á Já. Stíl. Stíl er að gera þeim svolítið mikið þannig í baklínunni. Erfitt fyrir þá. Hoppar bara á þá og fær Nano. Já, akkurat. Franki er að fá shatterið hérna. Nano á Stíl. Það sem ég var að segja. Valkið frá Lelsario. Diskorpið er á Franki. Shatterið á 2. Dordingull. En þeir bara svípa þessu upp. Svona með stórt pullbomb, nær 2. Já. Bara team kill. Ætla að hafa kannski... Nú þurfa að bíða eftir Thunder og Lelsario til að koma sér út. Gekkaur skiptir yfir í Torbjörn. Já, það er flott. Það lítur vel á þetta. Þeir eru svolítið leiðir á Snorra, eitthvað að reyna Já. að kalla. Stíl hoppar inn, hann er ekki með nanosettsmaður og hann er ekki með hopp. Hann er með primal. Já, fyrir þarna lemur það. Þeir eru að reyna að taka niður nema hann hoppa bara út. Franki er mjög low og fyrir sér nænuðu eiginlega. Já, eða náðu allan ekki að snerta. Nei, þetta var voða einkennilegt. Já. Ég sá að Franki var eitthvað labbinn í spawn. Já, spurning hvort þau bara föttuðu ekki þetta væri ekki alla leið, sem sagt. Já, gæti alveg verið. Þannig að kemur lítið púlsbónum frá Snorra, sem ég sá ekki. Náðu 2 alveg. Gilli eitthvað að reyna að hoppa yfir en næri ekki alveg. Já. Fúþark með 10.000 transcend Já, healing. sælir. Nei, 10.000 healing en... Last eitthvað vitlaust. Þá fáir Selir að velja næsta map sem er 2CP. Elskum það hreinlega. Já, fyrir maður að skrifa skástrík S aftan fyrir aftur. Já. En þeir í Selum voru alveg að gera góða hluti, þeir náðu þessum pikkum en einhvern veginn böðlarnir náðu alltaf að koma sér betur tilbaka, að hópa sér saman og fara á targetin sem þeir vildu fara á. Gummi og Gekkaur voru að standa svo ótrúlega vel að skjóta á hausa, sko. Já, algjörlega. En síðan kemur bara Stíl og hoppar inn. Já, það fyrir erfitt fyrir þá og þeir eru 2 hitskans. Já. Að þegar rauður abbi kemur og sem fyrir að hæsta okkar. Algjörlega. Við sáum hérna að Blitzett kemur í staðinn fyrir Gilla. Já, við veitum að Blitzett er svakalega sterkur á dífu. Hann gerði okkur lífið leitt með dífunni sinni og aðalega mér, hann var alltaf að éta allt sem ég var að hýla. Já, að frekar vann tilfinning, sko. Það er mjög sad. Vera á móti góðri dífu er rosalega erfitt. Þá... Heyrðu, velja Hanamura. Já, Selir eru mjög sterkir á Hanamura. Já. Það veit ég. Og það gæti verið að Blitzett kom inn bara út af því að
hann svo ótrúlega góður á dífa að það svo auðvitað að halda first point með dífunni, sko. Já, það er satt. Og svo second point mjög auðvelt að ná feitum sprengjum. Og mikið high ground control fyrir Gumma og GKR. Já. Og þannig að, þú veist, ég spennt að sjá hvað Böðlar ætla að gera í því. Þegar Gummi komin á high ground og eitthvað í bak og það mjög erfitt að díla við hann. Persónulega reynslu. Já. Þannig að Böðlar þurfa að svara eitthvað fyrir það, held ég. Algjörlega. Spurning hvað taka. Já, Böðlar ætla líka að byrja á því að verja, defenda. Já. Taka líklegast Orisa Rein. Já. Symmetra kannski. Kree. Numa Bapp og Fúþark á Lucio kannski. Já. Ég held að það eru mitt svona hypothetical situation innan. Sjá hvort ég er rétt fyrir mér. Nei. Já, þetta var bara alveg. Þetta var bara í hina áttina. Já. Ég er þetta nýja. Það kenna hvað það eru. Já, herðu, Stíl á Monkey, Elma Estro á Sarja, Snorlax á Ash, Dortingull á McCree, Fúþark á Sen og Númi á Önu. Þú náðu nú með Kree. Já, það er rétt. Okay, ég fæ 1 punkt í kladdan. Já, en selir eru með Double Shield, það er Franki á Ryan og Bitsett á Orisu. Gummi Kolmun A var Ash sem tekur þarna. Já, sko. ég held það. Gummi Kolmun á Bastion. Nei, þeir ætla að gera þetta. Já, ok. Það er Gummi Kolmun á Bastion og GKR á Symmetru. Föndi Þóra Bapp og Lelsariu á Mercy. Já, þeir líkast að TP punkti á TP Haggrand. Sjáum hvað þeir gera. Jæks, TP er komið. Það er í bakinn hjá þeim. Það er svolítið erfitt að TP þegar feitur api stendur á því. Já. Það er ekki hægt að íta á F þegar einhver manneski ón á TP-unum, sko. Nei. Sjáum, já, Elma tekur Gumma. Þeir þurfa bara að bakka og please skipta. Já. Sjáum að Snorlax er bara komin í andlitið á þeim. En bakkar. Já. Hann kemur sér út. Já, Gummi Kolmun skiptir yfir í Ash og GKR á Hanzo. Já. Bitsett líka komin á dífuna. Spyrja hvort þau náðu sér annað. Snorri. Ég er með ríkáli. Já. Fyrst dynamite í andlitið. Úff. Window frá Thunder Thor. Stíl er bara í andlitið á þeim. Hann er reiður og Franki er anti. Já, þetta var flott anti. Drepið lappan. Já. Hann Gummi er bara doing langt work. í GKR, sko. Já, heyrðu Bitsett nær að éta. Púlsbombið hjá Snorra. Já, sælir. Þetta fyrir eitthvað highlight eftir á þetta. Já. Snorri tekur mekkið, Stíl tekur Franki og Bitsett mín í dífu. Og Snorri tekur Lelsariu. Snorri og Stíl alveg bara. Já, þeir eru 2 pieces Í in a pot, andlitið á sko. Já. Þeir haldast í hendur til þeir fara á klósti. Já, ég get yfir það. Já. Æ. Jæja, spurning. Hvað Selir gera til að komast í einu þessa vörn? Það er erfitt fyrir þá, þeir eru komin á Monkey, Franki er komið á Monkey. Já. Hann ætlar að hoppa á Dortingull, hann er aleinn. Æ. Hann næri einhvern veginn að bakka Alveg númer 5. Deyr samt. Elmast að tekur GKR. Stíl var sofandi í vinnunni. Working hard Og and hard Franki er að working. hoppa á Önu, að Núma og Fúþark. Nema Fúþark er með trans, hann getur notað ef hann þarf að gera það. Sjáum að Þeir eru bara tankarna að vera aðstæður killa á hana. Elmast er að reyna að bjarga réttu hílurunum sínum. Gummi er komið Já. á punktinn Herru, GK nær Transið. Stíl, hann er komin á Tracer. og Fúþark hendir út transinu. Og hann ætlar í Gumma. Hann er svo aggró spilari. Gummi er að leita eftir honum. Og hann er aleitt, hann er ekki með ringum með Lelsariu í pocketið, sko. Dísent sem maður. Bobbinn frá Gumma, út. Flott push hjá Selum. Snorri tekur GK samt sem maður. En
Bobbinn nær honum. Já, fellur fyrir Bob. Stíl bara að taka tíman að þeim hérna. Já, Stíl og Númi Þetta hérna. er reiður abi. Hvernig hvort Númi nær nanónu? Nei, Já, hann deyr. það verða svolítið að hérna búlja hann í bak. Já. Númi segir í chatana, why you bully me? Já. Auðmikið Númi. F í chat fyrir Núma, sko. Já. Lítið sem Anna getur gert á móti Matrix og apa í andliti. Já. Sjáum líka að Silur eru með rosalega mörg ultis til þess að bara fara inn. Það geti alveg verið að ætla að farma Bob og hendun bara punkt, sko. Já. Snorri er að reyna að gera eitthvað hérna. Franki kom með nanoið beint á Núma. Hann er þetta Stíl er líka með... Dortingut hendur í... Gekar nær fúlar. Lasario er dauður. Æjæjæjæj. Franki er sólstaður af hérna El Maestro. Þeir ná tikki í selum. Dortingut er að reyna að svara fyrir sig hérna. Fúþark er að sóla. Blitzett á Dortingli. Númi nær bara þetta nýtt Gekar á hann frá Blitzett komin út. Nær mekkinu á hérna El Maestro. Gummi tekur Dortingul. Og Fúþark nær Gumma Kólmann svona í eftirrest. Já. Sjá hann að... Þeir eru að svolítið að... Blitzett er að svolítið mikið... Þeir eru að blokka. Nei! Hvað út af... Núna er Blitzett, hann fekk svona sömu vinnu, bara why you bully? Já. En þetta er allt taktík. Já. En Selir náðu einu tikki, eða næstu 2 tikkum. Já. 66%. Ég eru með 2 og 20. Sjáum hérna að Snorlax er í bakinu á þeim. Já, er hann með púls? Þetta segir hæ við hann. Hann bara vonar að ekki getið aftur. Já. Dortingull er í smábabba en Hann nær í Lasario. Stíl nær Thunder. Mobbin er komin út. Hann er sofandi. Þeir ná 2 tikkum. Fúþark snertir. Hann nærði ekki. Og Stíl er komin inn á blokk. Nær Franki. Jep. El Maestro nær GKR. Blitzett missir merkið sitt. Gummi tekur El Maestro. Þetta er samt nokkuð... Nei, þetta er ekki vinnubúl. Þetta er ekki vinnubúl þegar það er... Nei, eftir að Blitzett nær hann deyr. GK er komin... Örugglega smá síðan að hann fór í Solskjær. Tók bara kæft í... Já, mikið að gera. Já. Silur komin í hægröndið. Þeir vilja hafa Gumma á hægröndinu. Þeir þurfa að hafa hann hægröndinu. Stíl fara nanóið, hoppar inn á Thunder Thor, Thundur Thor og hann tekur báða healerana. Þeir geta ekki mikið gert það, þess að sína hann í gangi. Þetta er ná að gera eitthvað. Nei, Stíl hoppa bara beint að punkt. Dortingull tekur Gumma síðan bara í eftirrest og Blitzett missir merkið sitt og þeir eru að fara að stakka hann. Greið kallinn. Hann ætlar að hoppa. Lappa allalega út af. Jöp, bara sjáumst. Smell you later. Jöp. Jæja, Silur er að detta í 3 ult. En böðlar eru með 4 og beat á leiðinni. Já, jöp. Snorri sofandi. Hann er dauður, hann fór bara í gröfina. Greið kallinn. Franki ætlar að hoppa á önuna. Hann ætlar ekki að leyfa Núma að slípa sig aftur. Og þetta gæti liðið að sína henni þetta. Nei. Það ná 2 snertar. Öll útlið í leiknum í gangi. El Maestro nær GKR. Hænún frá Dortingli með hann deyr. Blitzett tekur hann. Lasario fekk nanóið. Þetta var nú nokkuð. Nei. Stílar rétt svo að þetta. Það er nanóið frá Núma. Franki ætlar að reyna að fara á önu. Nærði því ekki. El Maestro tekur Franki í boxing. Blitzett er einu sem eftir lífi. Og hann fellur. Já, GK líka. 98,2%. Þetta var... Það er svolítið sárt. Wow. So close, so close. Þetta... Minna, hefði getað farið verið. Hvað sagðirðu?
Þetta hefði getað farið verð. Já, Þetta var alveg bara sammála. mjög vel gert. Þeir náðu 98,5% en núna Algjörlega. þurfa þeir að halda hérna stíllestinni. Já, Þeir þurfa að stoppa hann einhvern veginn. Ég veit ekki alveg, hann er búinn að vera ótrúlega sterkur í kvöld. algjörlega. Erfitt fyrir þá að hérna ná hann niðri þegar Númi er búinn að híla hann svona ótrúlega vel. Já. Alltaf Númi með er náttúrulega einn af þeim nánari. bestum hílurum landsins, sko. Jæja. Sjáum, ætlar Sigríður að taka aftur framhjón. Mér sýnist að þeir eru ekki að trolla okkur í þetta skipti. Ok. Gummi Kólmann er samt á Ash. Já, það er eitthvað. Já. Ekki Sim, Bastion. Riveting gameplay á GGR hérna. Já. Hvað ætlar að halda pælingin? Ætlar að halda þessum fína stein hérna? Er þetta nýja heimilið? Já. Sýnist það? Nei, hann er eitthvað ákveðað sig. Hann ætlar að hægra út. Já. Ég held að það sé miklu sniðar GGR. Já. Frekar auðvelt að skjóta þig. Herri, Snorri er komin á Symmetruna. Þetta er TP point held ég. Sem að Sigríður ætlar að halda hægrandinu hérna. En geta ekkert gert mikið, víst þau alltaf TP á punkt. Þurfa bara að róta þetta bara strax á punkt. Flottur TP. Ná að koma öllum á punktinn. Já. Nema, já. Franki að reyna að halda punktinn með spil á geitin. Þeir er búin að fá 1 tikk í böðlum. Gummi tekur 2, báða DPS-ina í böðlum. Gæti verið hættulegt nema þeir eru komnir með 1,5 tikk. Stíl er að standa sig eins og hetja hérna að reyna að halda sig á lífi. Blitzett, Gummi komið tikk á Stíl líka. Hann komið 3 pikk í þessu fætan, Gummi. Ætlar Númi að vinna hann. Hann er andít. Hann þarf bara að hitta. Nema, nei. Gekkaður tekur Núma. Við sjáum að Dorningull er komin yfir á hérna Vitt og tekur Gekkaður. Leiðilegt pikk. Ég held að Lelsarius sem er ressans maður, hann næði því. Jæja. Og veit ekki hvort þið ætla að TP aftur, en við sjáum að Gekkaður er komin á hægrund til vinstri. Jæja. Gæti komið með óvörum ef hann byrjar ekki að skjóta strax. Það TP-ið upp á beint á hægrundin. Já. Og Gekkaður nær alveg. Maestro er í smá baba, er hann komið svo alveg upp á. Hann droppa bara. Gekkaður nær hann. Maestro, Vindó frá Fúþarki. Nær, Thunder, já. Stílar lampan, það er engin lampi í selum. Frank er í smá visni hérna að taka alltaf damage. Gummi ætlar að reyna að play bobbin út. Stíl fær nano. ekki nær Frank 2. er ótrúlega low, hann nær samt síldinum upp. Stíl hættur bongo. Púlar hann út af. Frank er út af Stíl. El Maestro tekur blitzset. Gummi komur til þess að núma. Gummi er einn eftir og hann deyr. Já. Böðlar ná Og fyrst. böðlar fá 5 mínútur til að Já. ná 98,2%. Það já, GK eru búin að skipta yfir í Tracer. Já. Kannski til að díla við Dorningull, kannski hann er búinn að vera að hitta hausa kannski eða er bara með svona nuisance. Já, hann er svo ansað sem áður. On taken. Hann deyr. Ætlar að típja yfir, mér sýnist það. Jöp, Og þeir náðu í mjög léttilega það sem að tankarnir í selum eru upp á hæggrátinu. Kannski ekki alveg að taka eftir Vindó frá Thunder Thor. Sem Gummi er þetta hinum megin líka. Hægrátinu. Já. GK er að gera eitthvað í því. Já, GK er á Þeir típja beint á hann, þeir típja beint á hann. Taka hæggrátið af honum. Og Dorningull er bara í miðjunni að sjá eitthvað, en það er enginn á miðjunni. Hann þarf að koma sér í betri stöðu. GK er búinn að færa sig yfir á junkið. Og hann nær einhvern veginn að eyðileggja típið sem þau ætla að fara tilbaka á. Og Númi dettur út af. Why bully me? Og hann skrifa bara út af. Heyrðu hann! Ópa sí! Þeim í viðbót. Hann er bara 60% hann er 40% í hérna í tæjar og Snorri hendi sér bara út af því að þetta var ekkert vörð, þetta var aðleitn og yfirgefin sko. Nei. Það var flott hérna, hvað heitir sprengjan hérna hjá? Er ekki bara mine? Eitthvað mine? Megasens. Jöp. Jæja, þeir eru búin að safna þeir saman, böðlar. Þeir eru bara að hætta sig. Já, mei. Já, þetta er bara típi beint mitt sko. Já. Taka hérna Walls frá
frá Dordingli. Típi upp erum að Maestro dettur út af. Dordingur nær Gumma. Já, flott pikk hjá Dordingli. Maestro tekur bongoð út, Dordingur tekur lampan út. Ekkert bongo, engin lampi. Það kemur hérna... Tæjar, nær hann einhverjum. Hann nær 2, flott púl hjá Blitzett. Frábært púl hjá Blitzett. Bobbin frá Gumma, það öll út í leiknum. Stíl er 1 punkt. Gekkaur 1 HP og Andín, hann deyr. Stíl aðeins yfirgefinn, hann getur ekki testa þetta. Út af því að Dordingur nær Gumma. Franki komur inn á Blitzett nær ressinu á GKR. Sjáum hérna Blitzett komin á ból. Ból, að reyna að bakka Gumma. Já. Nefnum hann ítt upp á hægrandi í staðinn. Stíl nær 2 á punkt. Hann er hérna... Frábært pikk, Maestro nær Blitzett. Maestro nær chargeinu. Og sjattinni frá Franki. Hann næsand sem ekki áður að dreipa neitt. Nær samt Maestro. Herru, það er hérna Nano á Stíl frá Núma. Já, og Blitzett Blitzett nær að snerta. Hann er Andíður. sáinn. Franki kominn nær á að snerta, hann er mjög lósað sem áður. Snorlax nær að koma sér út. Og Númi nær... Já, Þundur. Það er frekar erfitt fyrir Selu núna að kontesta Já. Dordingur upp á hægrótinu og Númi að hýla alla á punkt. Blitzett nær að snerta. Gummi kominn nær GKR samt nær að 5. snerta. Franki tekur Snorra, Maestro tekur Gumma Coleman, Maestro tekur Franki, Lelsario, eini sem er eftir, hann nær ekki að snerta. Og Böðlar vinna leikinn. 3-0. Þetta var rosalegt þetta síðast. Þetta var svakalegur fættan í endan. Ég alveg bara... GKR, við sjáum þetta hérna. Já. Þetta var frábært hjá honum. Sjáum hérna, þetta fyrir Númi út af. Síðan hendur hann hinnu. Þarna fara 2. Beautiful. Frábær leikur. Já. Já, Sem ætlum stýrir að... hérna 46 eliminations. Já. Hvað annað gott. En við ætlum bara að henda í interviews. Spurning, hverju vilja koma að tala við okkur? Franki sýnist mér frá Selum. Já. Góðan daginn. Góða kvöldið, myndi ég segja frekar. Já, kvöldið. Það er klukkan 10. Velkomin Franki. Já, ég heiti Franki. Já, hæ. Er það ekki Franki? Þetta er Thunder, já, ég afsaki mig. Það stóð bara í chatinu Franki, þannig að ég... Já. Hann er ekki líka kominn. Nei, hann alltaf veist ekki að koma. Jú, hann er í bursmanni. Þannig að... Jæja! Velkomin! Takk! Hvernig líður ykkur svona eftir leikinn? Ógeðslega vel. Er það ekki? Já, þú veist með að við töpum hana, en Já. þetta var bara, ég er svo ánægði með liðið samt, og þú veist, þetta voru alveg ekkert, þú veist, þetta var ekkert að dominate og þóttu við innum 3. Nei, alls ekki. Þið voruð að sýna hvað ykkur býr, sko. Já, þú veist, það vantar bara öllítið upp á, og þá hefur við tekið nokkar leiki, það vantar öllítið, annars var þetta bara geggjað, sko. Það er yfirleitt þannig svona í svona high-elo leikjum eða svona high í efri deildinni að vantar alltaf bara svona smá skref, eins og eitthvað vantar eitthvað 1,8% upp á að ná second point. Þeir eru bara geggjaðir og maður kannski, við erum kannski komin í 99% eitthvað, síðan er það svo, let's go, við erum með þetta og síðan kannski kemur eitthvað kæruleysi inn eða eitthvað svoleiðis og þá sleppur þetta smá svona úr höndunum, en það er það sem... Svo tunnel vision. Já, svo tunnel vision og það er það sem sko að vantaði smá upp á, annars bara... Já, en eins og til dæmis á Hanamura, við gáðum bara high groundi út af að fóru pressure a point. Já. Þess að við hafum bara átt að bara gefa þeim tikk þarna og taka high groundið. Já. Það er bara lítið upp á. Það er bara svona upp á og þá vinnum við þetta, sko. Ég er bara spenntur fyrir top 4, sko. Það er bara... Við komum bara miklu sterkar inn og ég vona að þeir eru bara hræddir. Já, þeir ættu að vera það. Þeir eru orðið ótrúlega sterkt lið. Bara nýja line-up ykkar er bara eitthvað annað gott, sko. Takk hérlega. En var einhver ástæða okkur svissið Blitzett inn, eða
Það var sko, við erum bara búin að prófa og Blitzet eru þetta bara cracked, þú veist, og við erum bara að prófa að hafa, við erum bara að prófa að hafa Eyþór, það var bara svo test og síðan vildum við prófa Blitzet og sjá bara hvernig svona munin og við erum svo óvissi hver betri á Sari. Já, svona rivalry í gangi þarna. Já, kannski smá, það svo að keppast svona í liðinu. Nei, ég segi það ekki. Það er svona healthy keppni. Og eins og þegar við erum búin að bara finna okkar stað, við erum búin að vera smá frekar týndir síðan tröll leiknum. Akkurat. Við erum búin aðeins týndir og erum að finna okkur og ég held að þessi leikur bara hjálpaði verulega mikið og við ætlum bara að fara að koma sterkar inn í topp 4, sko. Og það er bara frábært að heyra, ég er mjög sammála ykkur, sko. Það er ekkert annað í boði, eiginlega bara. Já. En ég held, eins og þetta stendur núna eftir þennan leik, þá ættum við að fara á móti tröll í finals sem við bara lókinn til að taka á móti. Já, þá getið þið tekið rematch bara. Já, við verðum við hefum búin að undirbúa okkur svo mikið fyrir það, við verðum svo góðir, ég er bara að vona að allir í topp 4 eftir að vera bara stressaðir og það selinir eru að fara að koma, sko. Já. Oh my god. Svo selhljóðið, sko. Já. Við glemdum mér þetta að taka það í þessu leik, ég treysti mikið alveg í það strax, sko. Já, það kemur. Já, ok. Æfum ykkur bara fyrir frá speilinu, ég geði það. En svona eitthvað að lokum sem þið viljið koma á framfæri? Ég bara að gefa Dordingul huge shoutout fyrir bara að vera besti DPS deildarinnar. Hann er svakalegur, oh my god. Diamond player, sko. Það er eitthvað annað verið í liðinu. Það er eitthvað vógruggut við þetta, hann er svona diamond player og að hitta svona marga hausa, sko. Nei, sko, maður heldur stundum að hann að sundla, en ég er búinn að spila með honum í ár, þannig að því miður, þá veit ég að hann ekki að sundla, þetta er bara god aim. Það er ekkert annað. Já, nokkulega. En eru ykkur MVPs í báðum liðum sem þið vilja nefna? Eyþór, þú máttu alveg MVP, ég er bara að tala svo mikið eitthvað. Ég myndi segja að Númi stóð sér svakalega vel hjá Böðlum og Snorlax var mjög góður. Það er svona, fannst mér að vera 2 standout playernir og coordinationu á dæfinu hjá þeim. Þegar þeir voru að dæfa voru þeir allir 3 á manni. Akkurat, nákvæmlega. En þeir bara voru með mjög coordinated dive sem bara hjálpaði mér svakalega á defensinu á Hanamura til dæmis. Akkurat. Það er alltaf svolítið erfitt að fara á móti liði sem búin að spila saman í fjölda ára og bara að æfa sem liði í svo mörg ár að þér vita hvenær fólk að fara inn og svona. Já, við verðum komnir á þann staðan og litni, sko, engar áður. Já, ég er ekki með þetta. Fulla trú á ykkur. En þá segju það bara gott og takk æðislega fyrir að leyfa ykkur að kasta þennan leik og takk æðislega fyrir spjallið. Já, bara takk fyrir að kasta líka og bara takk fyrir okkur. Það er bara geggjað. Æðislegt. Við heyrumst. Yes, adiós. Bye bye. Þá er hver að koma inn? Hann Fúþarkallinn. Góða kvöldi. Velkomin og góða kvöldi. Já, takk. Hvernig líður ykkur eftir leikinn? Ég held þetta er bara, við erum bara ánægðir svona langmestu leyti. Við spilum ekki okkar sterkasta leik, ekkert endilega. Ég held að flestum í liðinu líður eins og þeir geta örugglega að spila betur á ákveðnum tímabilum en það skiptir engum máli og við fengum sigurinn og það var 3-0. Þið getið waterview á þetta? Jú, tökum við waterview, alltaf. Henda ég eitt waterview. Eru þið búin að vera að æfa þetta komp Symmetra Orisa Rhine kompið mikið eða? Já, það er búið að vera fastur liður í Hanamura attackinu, sko, og bara Li Jiang líka, Li Jiang er svo sterkt Symmetra map, bara svo góða línu fyrir teleports og alls konar, allir punktanir eru svo góðir fyrir Symmetra turrets, bara. Nákvæmlega, það er erfitt að komast inn, þú veist, þegar það eru svona mikið að turrets og þið áttu frábær dives á Blizzard og með stíl á rauðum ABBA. Akkurat. Þetta var eitthvað annað gott þegar
Stíl og Snorlax voru bara að hoppa inn saman og svo kemur þú með Discord-bið á alla. Það var eitthvað annað gott, sko. Hendi litla flanki með þessu líka, sko. Já, við sáum líka eitt hérna á Rísa stílflank. Þetta kom okkur verulega óvart á hérna Lijiang. Það er gott að fara í flank, sko. Já, það er ekki hægt að segja neitt annað. Það er rétt hjá þér. En stundum, ef maður er ekki nógu góður, þá getur það farið í svolítið slæmt viðhorf, sko. Þá er bara mikilvægt að vera nógu góður. Nákvæmlega. Bara get good. Shoot heads. Er eitthvað svona sem þú vilt bæta við eða að lokum? Bæta við? Já. Nokkuð shoutouts, sko. Shoutouts á .gg fyrir einna fyrst að fara af mappinu, tvisvar í röð, það kemur fyrir alla. En hann kemur aftur og fer á Widowið á attackinu og bara klikkar einhverja 8 hausa í röð. Já, það var svolítið pirrandi fyrir Sili, sko. Það er pirrandi fyrir Sili, en það sýnir mjög gott mental hjá krakkanum, sko. Hann lét ekki hérna smá óhapstopp. Hann er örugglega eldri en ég, sko. Þannig að Dordingull er MVP hjá þér. Já. Diamond Playerinn er MVP. Já, ef ekki bara segja það, honestly. Já, ég held að það sé bara gott, sko. En hérna, er eitthvað sem þú vilt MVP-a í hinliðinu? Ég held ekki að Coleman spilaði nú alveg gríðarlega vel. Hann er, no joke, held ég einn besta SC bara í Evrópu þegar kemur að því að pleysa dynamitin sín og hitta þau og gera greiðarlega mikið damage. Og Bobby hverju minnst að fæta er ótrúlega pirrandi að spila á móti, þannig að hann gerði rosalega mikið og gerði lífið mjög erfitt fyrir ykkur sérstaklega á Blizzard World. Já, sammála því. Þú veist, þegar hann var á hægröndinu og hérna erfitt að komast að hann líka þegar hann er með þetta Mercy Pocket og þú veist, og allir liðinni eru svolítið mikið að spila í kringum hann og erfitt að dæfa hann og nema þið náðu samt alveg að gera það, sko. Það kom á endanum. Já, það kom á endanum. Eins og segi, ég hendi í flankinn, sko, Discord og headshot beint upp með hann, sko, að hjálpa til. Já, að hjálpa til. Já, ég held að þá, ef þú hefur ekki meira að segja og Væfi, viltu bæta ykkur við? Nei, bara mjög vel spilað. Það var bara geggjað að kasta. Takk fyrir það. Takk fyrir að leyfa okkur að kasta. Þetta var svona last minute casting hjá mér því að ég vildi endilega kasta þessu leik. Koma því til kosmósinn hérna. Já. En það er alltaf betra. Já, þá segjum við bara takk fyrir okkur og við bara heyrum seinna. Já, bara takk fyrir mig sömuleiðis. Eigi gott kvöld. Já, sömuleiðis. Jæja. Þá er komið að lokum hjá okkur í kvöld. Þetta voru mjög spennandi þrungir leikir, myndi ég segja. Já, heldur það. Ég er allan að pínu sveitt, sko. Við að vera hreinskilin hérna. Já, við erum það öll. Já, kannski við hendum í eitt highlight intro áður en að við lokum stríminu, en ég vildi bara þakka fyrir mig. Já, takk aðeins fyrir mig. Já, og við sjáumst vonandi seinna.